Að sunnan í boði holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efri Vík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600. Í tilefna 15 ára afmæli Landstólpa bjóðum við 15% afmælisafslátt af Jósera vörum. Sendum frítt land allt. Nánar á landstólpi.is. Komið blessu og sæl, við heilsum ykkur héðan á sunnan. Að þessu sinni úr Skaftárstofu hér á Kirkjubæjarklaustri og eftir smá stund ætlum við að hlaupa hérna yfir götuna og tylla okkur niður í minningarkapellinu Jón Eldklerk og heyra hvernig skaftfyllingar miðla sögunni af skaftareldum með nútímatækni. En það svo sem ekki eins og sé ekki nóg fjöri hér og eiginlega fyrstum við ekkert að fara hérðan. Því hér eru herramenn og dömur að spila. Akkur eru þið svona í sitt hverju horninu? Við erum bara hornir aukur, sko. Já, ég skil þig. Í orðsins fyrstu merkingu. Ég sé pass. Þú sé pass við því. Ég var að velta fyrir mér svo bókhaldi hjá okkur. Það er svona... Og ég skil ekki alveg, sko. Við, það eru þeir betri, þeir það eru þeir verri. Og það er nú miklu meiri tala hjá þeim sem eru, sko, verri núna. Eru þið ekki minnið bókhald hérna? Við munum alltaf saman hvort við tökum. Við erum svo minnugar að við munum alveg hvað við eigum. Það er nú annað en þeirra í hinu horninu. Það er svona metingur hjá þeim, sko. Já, við heyrum meira af skaftfellingum í þættinum og eftir. En við ætlum líka að spá sér eftir Skáldagötunni í Hveragerði. Og ég man alltaf eftir einu manni sem bjó hérna. Hann labba alltaf svona á pollunum svona til þess að fara ekki honum í pollana. Svo þegar gata á malbyggu hérna, að þá var göngulaðið alveg eins. Þá var hann bara alltaf svona dálítið fullur kallinn. Heimsækja þingborgar konur í Flóanum og kynna ykkur fyrir ástríðufullum fuglaskoðara á Höfn í Hornafirði. Þetta er svona eiginlega minn uppáhalds íslenski fugl. Af hverju heitir gatan Frumskógar? Já, það er tilkomið að því að Gunnar Bindisson sem bjó hérna og var í hreppsnefnd að hún var falið að búa til nöfn á götum. Það voru 4 eða 5 götur sem þetta búið til. Hann var búinn að finna út Bláskóga, Laufskóga og Dinnskóga. Átti eftir að skýra þessa götu og hún kom ekkert nafn í hug. Hún gekk undir nafninu Skáldagata en hann vildi ekki láta hann heita Skáldagata. Og hann var nokkra daga að velta sig fyrir sér að þá kemur sonur hans og segir: "Pabbi, já, sonur, af hverju lætur hann ekki heita Frumskóga?" Frumskóga? Það er engin tré hérna, ekki neitt. Nei, það eru hvað frumlegi menn hérna. Það eru margar sögurnar sem tengja Skáldagötunni, sem var kölluð svo vegna allra skáldana sem að þar bjuggu. Kristján frá Djúpalæk, Jóhannes úr Kötlum, Kristmann Guðmundsson og svo mætti lengi telja. Og fyrir framan húsið hans Mortens er hægt að ná í skemmtilegan fróðleik götuna og listræna íbúa. Og til dæmis þegar það var enga vínbúður hérna og einhverju sem hafði Jóhannes og Kötlum lofað Kristjáni að kaupa fyrir hann flösku í bænum en glemdi því. Er það Kristján á Djúpalæk? Já, hann átti hérna. Og Kristján var ekki alveg sáttu við þetta og hann orti: "Ég skal vaka fram á fjöru, fantinn taka strax í kvöld. Ég skal maka Jóu tjöru, ég skal baka hann við eld." Og Jóhannes svaraði bara strax að kveikja í Stjána kostur rýr og krónu tap það yrði því tjaran er svo djöfult dýr en drengurinn einskis virði. Svona töluðu bara saman þessi gæjar. Við myndum kalla þetta mjög tæpitungulaust. Já, ég má segja það. En menn voru við, svo voru Já, þið náttúrulega þeir vinnir voru í kaffi okkur öðrum og ég held að bullandi vinskapur á milli þeirra. En veistu hvernig þetta samfélag varð til? Þetta skáldasamfélag og þetta listamannasamfélag hérna? Já, þeir komu svona flestir 1940. Svona kringu stríðið og þá þeir margir að svona fara úr skarkalnum bænum, það að vera að herseta Reykjavík og þá faraði með börnin svona öruggari staði. Þetta voru margir mikið á sumarhúsum hérna, litlum húsum til að byrja með og svo byggt utan þetta.
og síðan var svo ódýr hiti hérna. Menn grófu bara niður, það var nóg að grafa niður 3 metra, niður í jörðina, setja pottofn og síðan var bara fyllt allar ofnan inn í húsinu og síðan var bara kalt vatni niður og heitt upp og síðan var bara svona sýrensli. Þetta dugði þar til 47 þegar Hekla gaus að þá breyttist, þá kólnaði aðeins. En það var svo ódýrt að lifa hérna. Hvernig var stemningin hérna á þessum árum? Þetta bara sögusagn sem ég heyri, sko, ég ólst nú ekki, það voru eiginlega flest farin nema Gunnar Ben þegar ég ólst upp. En þetta var nú pólitík, svaka pólitík í þessu. Þarna þeir á móti ykkur öðrum, Kristmann Guðmundsson, sem orti ástina mikið og svona hægri sinnar og svo Jóns og Kötlum á móti honum. Og hann orti svona falleg ljóð Stalín, þannig að þetta var alveg pólar þarna á milli. Og ég vil langa að segja til dæmis með bróðum minn að Skafta að hann var svona hægri sinnar mjög bara í fæðingu og hann kom inn hérna á kosningadegi og það var hann svona 10-11 ára og alveg brjólaður hérna, það var svo mikið kommalykt í götunni og alveg ríkur á alla glugga og loka helvítis kommalykt hérna og lokar allar gluggum og tekur svona krít og merkir á veggi hérna XD. Og það á einu vegg hérna inni það sem aldrei búið að mála við þann vegg. Morten býr ásamt konu sinni, Kolbrúnu Bjarnadóttur, í húsi númer 3 við Frumskóga, húsinu sem hann fæddist í og þar rekaðu saman gistiheimili. Við erum bæði ættuð úr Hveragerði, hjónin, og vorum búin að búa í Reykjavík svolítinn tíma, 8 ár. Og það blundi alltaf í okkur að koma í Hveragerði aftur. Og foreldrar Mortens áttu stórt hús í Hveragerði, sem við erum í núna. Og það var meira og minna tómt því þau voru bæði komin að elliheimili. Svo við ákvaðum bara, nú var tíminn, nú skildum við bara koma, flytja. Og þá fór ég að hugsa, ok, með vinnu. Ég nenni nú ekki að fara að keyra á milli til að skapa með vinnu. Faðir hans Mortens var búinn að vera með gistingu, aðeins hérna á efri hæðinni á húsinu, þetta stórt hús. Og ég hugsaði, ég hlýt bara að geta að skapa með vinnu og búið til eitthvað, haldið bara áfram með eitthvað sem hann var að gera. Og það var úr og gekk upp og við erum 4 að vinna í sumar, þannig að mér tókst að skapa vinnu fyrir mig og nokkra aðra. Og hvernig lífið í Frumskógum 3 núna? Það bara yndislegt, myndi ég segja. Bara mjög fínt, stutt í vinnuna, fyrir það fyrsta. Það bara yndislegt að vera í Hveragerði. Rólegheit, útivist og bara dásamlegur bær. En finnurðu fyrir þessum andans snillingum eitthvað þegar þú labbar hérna eftir götunni? Sko, skáldin hérna, þegar ég var í Móðukviði, að þá spáðu þeir að ég skáld. En það var búin til vísa eða svona skotum þegar ég var í Móðukviði þá var upp á kennarastofu hérna og þá kenndi sumir hérna. Þá Gunnar Ben og Bjarni Sigurðsson og Helgi. Gunnar Ben að koma inn á kaffistofuna í skólanum og þá segir hérna Bjarni við Gunnar, góðan daginn Gunnar Ben. Og Gunnar svarar strax á móti, góðan daginn Bjarni. Þá svarar Helgi Sveinsson, það sagt að ótti sem eigi vona barni. Svona Helgi Sveinsson var prestur hérna og hann talaði bara í bundum máli. Hann var alveg svakalega afmæltur. En þetta náði ekki tíðin? Því miður, þá var ég búinn að reyna og það bara næri ekki til mín. Hérna band sem litað með kerfil, sumir nú að blóta þessum kerfil sem út allt, en það kemur þessi gullfallegi litur, þegar hann notaður. Hér berjahratt, þetta brúna. Hér kaktuslús og indigo, þetta reyndar innflutt, en þetta enga síður jurtalita. Hér kaktuslús. Kaktuslús? Já, þetta rabarbararót, kemur þessi fallegi bleiki litur. Þetta líka rabarbararót. Allt annað litur. Við erum komin í gamalt félagsheimili í Flóanum. Það stendur rétt austan við Selfoss og hefur laðað til sín óteljandi ferðamenn, íslenska og erlenda, svo ekki sé nú minnst á alla aðdáendur íslensku ullarinnar sem að hingað koma til að dásta því sem fyrir augu ber. Þegar við hlupum hérna inn úr rigningunni áðan þá voru hér 4 Amerikanar á planinu. Fáið þið mikið útlendingum? Mjög mikið. Og hvað finnst þeim þetta sem hér innan? Flestum finnst þetta alveg æðislegt, sko. Auðvitað sumir sem koma inn og hafa ekkert endilega áhuga á ullinni sem slíkri, sjá hérna einhvern stað og koma inn en fara svo bara út aftur.
En mikill meiri hluti mjög hrifinn og þeir versla mikið. Hvað það nákvæmlega sem þið eruð að gera hérna? Þetta samvinnufélag kvenna og við erum að koma á framfæri okkar vöru. Lopinn sem við notum í allar okkar peysur, sokka, vettlinga, húfur, hann sérvalinn. Við förum í þvottastöðina hjá Ístex og veljum ull í lopan. Þetta ólitað. Þeir þvoða þetta fyrir okkur og kempa í lopaplötur. Og þetta hráefni sem við notum. Þetta okkar sérstaða. Þannig að þið stormið norður í land til þess að velja ull? Einu sinni ári. Og hvernig eru þessar ferðir, þessar ullarferðir norður? Það er bara æðislegar. Í einu orði sagt, þetta mikil vinna en þetta ofsalega gaman. Og eftir hverju eru þið að leita? Við erum að leita aðeins eftir lambaull. Ull af haustlömbum. Þau eru klift svona í nóvember. Eða svona þegar þau eru tekin inn, október, nóvember, eftir svona hvar á landinu. Þetta ullin sem við viljum fá. En með til dæmis gráa og svart og mórauða, það kannski ekkert mikið af lambaull sem við fáum í þeim litum. Þá tökum við líka svona af ungu fé. Og það aldrei neitt mála að semja að fá bestu ullina? Nei, Ístex mennur okkur mjög hliðhollir. Okkur þykir ógulega væntu þá. Hvernig byrjuðu þið á þessu öllu saman? Þetta byrjaði með námskeiði haustið 1990. Hildur Hákonardóttir og Helga Thoroddsen setta af stað í það námskeið. Helga var nýútskrifaður vefjarefnafræðingur frá Bandaríkjunum og hún og Hildur kynntust og ýttu þess af stað. Það eiginlega guðmæður þessa verkefnis. Og var þá áhuginn fyrir íslensku ullinni nægilega mikill til þess að væri hægt að halda svona námskeið? Sko, þekkingin kannski var svolítið að dala, sem sagt, þessi grunnþekking. Það var eiginlega slitinn þráðurinn, sko, frá gamla handverkinu í baðstofunni, sko, og heima bæjánum. Þetta var allt komið yfir í verksmiðju vinnslu. Þannig að það var svolítið verið að bjarga menningararfinum með því að fara af stað með svona námskeið. Og það var nægur áhugi. Það komið 10 konur þetta námskeið og svo voru haldin held ég allavega 3 í viðbót og það var alltaf fullt. Það voru 35 konur sem stofnuðu þetta samvinnufélag. Vetraropnun hefur tekið gildi í Þingborg og það nú opið á 50-dögum, föstudögum og laugardögum og svo reynda líka fyrir hópa ef pantað sérstaklega. Og sérstaðan í Þingborg, jú, hún felst í ullinni sjálfri, kempivélinni og ómældu metnaði. Við gerum mjög mikla gæðakröfur. Fólk kaupir hér peysur, það getur verið alveg handvistu með hún handgerð. Og það eru mikla gæðakröfur, varandi frágang og snið. Eru þið stundum leiðilegar? Við getum verið alveg hundleiðilegar. Já. Við erum alveg fundið fyrir því, sko. En við bara verðum að halda okkur við þessa gæðakröfu sem settum okkur í upphafi. Og það hefur skilað okkur áfram sem vonandi gæða handverkshús. Svo mikið gekk á fyrir norðan byggðarfjöll síðu af jarðskjálftum, eldi, braki og brestum á fyrstu vikum Skaftárelda í júní 1783 að menn voru í vafa hvort byggðinni á síðu yrði óhætt. Við erum í rauninni að miðla bara sögu, Skaftárelda sögunni og eldmessunum og móðurharðindunum og allir því sem gerðist hérna eftir og í kringum Skaftáreldana og ekki síst því sem gerðist svo árina eftir. Það var fallegur og heiðskýr himinn á hvítasunnudag þann 8. júní 1783 Skaftfellingar bjuggu sig til messu. Eru þessar sögur fólki ofalega í huga sem að býr hérna? Já, ég myndi nú segja það. Þetta einhvern veginn alltaf svolítið svona með manni í huga, sko, og náttúrulega bara svo margir staðir hérna sem að tengjast Skaftáreldunum, sko, og við erum náttúrulega líka svolítið verið að vinna í því, sko, að láta minna á þetta. Og þennan dag, 8. júní 1783, sáu Skaftfellingar þykkan reykmökk teygja sig til himins í fjarska. Gekk þá svo mikið á fyrir norðan síðufjöllin, af braki og brestum, eldi og jarðskjálftum, að fyrir fólk sem vissi ekki betur hefði mátt halda að hlið helvítis hefðu opnast. Er þetta eitthvað sem að fólk hugsa svona dagstælega? Óttist þið þetta? Ég myndi ekki segja óttumst, nei, en þetta er alveg eitthvað sem að hugsa svona kannski af og til Við náttúrulega upplifum hérna eldgos fyrir nokkrum árum í Grímsvötnunum
Og þá þetta kannski svona, þá skilur maður kannski öll öflin sem fylgja með þessu þó það gos hafi verið mun minna. Það svona áttar með þess aðeins betur á sögunni í rauninni. Nú ekki langt síðan var hlaup í Skaftá sem að landsmenn fylgdust með og það sáum við þessa ógnarkrafta. Þetta mjög nálægt ykkur. Þetta virkilega nálægt, já. Hraunbreiðan í farvegi Skaftár vestan við Systrastapa nefnist Eldmessutangi. En hér stöðvaðist hraunflóðið þann 20. júlí 1783. Þetta minningakapella Jón Steingrímsson, eldklerk, sem sagður hafa haldið hérna þrumuræðu yfir íbúum hreppsins til í rauninni að svolítið skamma fyrir hvernig var búið að haga sér í aðdraganda gossins og var svolítið að kenna hegðuninu að það væri allar þessi hörmungar að gerast hér. En hann hefur rauninni valið tímann svolítið vel, að því að sennilega hefur hún grunað að hraunið hafi verið að fara að stoppa hérna sem var svo raunin þegar það voru 2 ár sem stoppuðu hraunið á meðan eldmessan var í gangi. Mikið gekk á að Kirkjubæjarklaustri þessa daga. Skjálftar, þrumur og eldingar, svo eldglossið léku menn utan húsa og innan að sögn séra Jón Steingrímssonar í eldriti hans. Bað Jón fólk að biðja til Guðs að hann myndi þyrma þeim. Messinu lauk og kirkjugestirnir gengu á brott, uppgötvuðu þeir að hraunið hafði kælst af Holtsá og Fjaðrá og stöðvast. Taldi fólkið að séra Jón hefði með bænum sínum stöðvað hraunið í Eldmessutanga og var Jón upp frá því nefndur eldpresturinn og messan hans, ein áhrifaríkasta messa Íslandssögunnar, eldmessan. Þannig að hann hefur verið ansi klókur. Hann hefur verið mjög klókur, já. Hann hefur alveg verið með í huga hvernig geti þruma yfir. Og síðan hafa Skaftfellingar hagað sér afskaplega vel, það ekki? Jú, einstaklega vel. En fólk trúði þessu hér, öldum saman nánast? Já, og gerir í sjálfu sér enn, höldum við. Hvernig hafa viðbrögðin verið við þessu? Bara mjög góð. Þessu mikið náði þetta, þá ekki síst af erlendum ferðamönnum sem kunna vel að meta að geta nýtt sér svona leiðsögn í gegnum símann í staðan fyrir að hafa kannski leiðsögumann með og það sé auðvitað mjög gott líka en getur svolítið verið frjáls, keyrt hreppinn og það sé eitthvað sem poppar inn á og til að gefa meiri leiðsögn og svona meiri fræðslu staðinn sem alltaf verið að leita eftir. Gríðarlega fallegur fugl, sko. Þetta svona eiginlega minn uppáhalds íslenski fugl. Þannig að þetta opið, fuglinn fer inn og fer svo alveg inn og hann svo lokaður inn í búri í endanum. Þetta byrjaði allt saman með stofnun félags fuglaáhugamanna fyrir rétt rúmum 20 árum. Síðar var til fuglaathugunarstöð Suðausturlands og síðan má segja að þeir félagar Binni og Bjössi, Brynjólfur Brynjólfsson og Björn Arnarsson hafi haldið til í Einarslundi eða svo gott sem. Hérna við með fugla í, þannig að sýnst þeir tillingar. Þannig að það nóg af fugla núna. Hérna við greinilega með flækingsfugl. Þetta hettusöngvari og þetta kvenfugl. Þetta eina söngvarategund sem þetta greiðin á milli kynja. Þannig sjáum við þessi brúni kollur segir þessi kvenfugl. Getur þú lýst fyrir okkur svona típiskum degi hjá ykkur Bjössa? Já, vandamáli á Bjössa núna, hann kominn í vinnu. Þannig að þetta er mjög ótípist. En ef ég bara svona venjulegur dagur þá, ef það veðurlega að setja upp net, þá ég núna á þessum árstíma svona 7 á morgnana, setja upp netin og við þurfum að vitja netana á klukktíma fresti. Og þess að milli maður svona að fara og skoða hafnarsvæðið og hérna svona í kring, teljum mikið vaðfugla og ýmislegt hérna á svæðinu í kring. Ef dagurinn er góður þá reynir maður að vera sem minnst í vinnunni en mest í fuglunum. Þetta er skógarþröstur. Æ, greið. Svo gera þetta þeir svona skít á mann. Já. Hann er ekkert sérstaklega kátur með þig. Nei. En þú nærið þeim alltaf? Já. Í versta falli þurfum við að klippa netin. Og hvað gerist svo núna? Já, núna fær hann að fara inn í poka hjá mér hérna í vasanum og fer svo með hann inn í húsið og þar er hann merktur og mældur á vængurinn.
Þetta trúlega kallfugl, þar sem hann með það langa væng, 128 mm. Þeir svona aðeins reyna að bíta mann. Og svo þeim bara sleppt. Hérna höfum við músarýtil, einn af þessum yndislegu vinum okkar. Hann svona kannski fimmleika stjarnan í fuglaheiminum, hann svo liðugur. Vængirnir á honum, þeir þola svo mikið, svo stinga hann á hausnum alltaf, nú hann laus. Við merkjum alla fugla sem við náum, og bæði íslenska og svo þessa flækingsfugla sem koma. Með íslensku fuglana þá náttúrulega sjáum við út, við getum séð hversu gamlir eru, hvert þeir eru að fara og ýmislegt þannig, og við endurheimtum mjög mikið af fuglum. Við erum búin að merkja á þessum 11 árum 27.000 fugla og allir endurheimturnar og aflestrar af svona ýmsu svona rúmlega 3.000. Okkar gögn eru orðin töluvert stór. Hvernig hefur þetta haust verið varðandi flækinga? Hefur það verið gjöfult? Já, það hefur komið ein tegund í miklu magni, hnoðrasöngvari, sem álíka stór og glókollur, sem minnst íslenski varpuglinn, og hann kemur frá Síberíu. En hann hefur búin að streyma núna yfir Evrópu í meira magni menn bara þekkja. Svo eru búin að koma nokkur svona góðir fuglar, en mér finnst þeir eru of fáir. Hvað eru góðir fuglar? Já, það eru fuglar sem koma sjaldan og fáir hafa séð. Til dæmis lónamágur sem fannst í 3. skipti. Flatnefur sem hérna, konir 7 eða 8 fuglar. Og hnoðrasöngvarnir eru náttúrulega góðir í svona miklu magni. Það skiptir gríðarlega máli að þekkja hljóð inni. Og kanntu að herma eftir þeim? Öllum þessum næstu því 300 tegundum sem voru séð? Nei. En ég á þá alla á góðum disk, þannig ég get spila fyrir þá alla. Og hlustarðu á þetta bara svona með sjálfum þér? Ég sumir hlusta á Beethoven, það Sálina eða eitthvað, ég hlusta bara á þetta. En hvernig gengur ykkur að miðla þessu? Eru þið í sambandi við aðra fuglaáhugamenn út allan heim eða? Já, og það bara aukast með alltaf eins og Facebook og mjög mikið notað af fuglaáhugamönnum. Og ég sá mikið tilgang með Facebook fyrir að ég áttaði mig á því. Og svo erum við náttúrulega með fugla.is. Eru einhverjar draumategundir sem þú myndir vilja sjá hérna? Sem þú óskar þess að muni flækjast hingað? Já, maður á sér alltaf smá markmið. En stundum rætst það og stundum þarf maður að bíða lengur. En hér verður þetta gaman að fá inn í eitt fugl sem alltaf heitir bláskotta eða kollsöngvari, svona austrænir fuglar. Ég held það sé svona það sem ég langar næst að sjá. Og eru einhverja líkur á að það muni rætast heldur það? Já, það rætist. Hvenær, ég veit það ekki, en það mun gerast. Að sunnan í boði Holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn.
Hótel Laki, Efrivík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 46 00. Í tilefni 15 ára afmæli Landsstólpa bjóðum við 15% afmælisafslátt af Jósera vörum. Sendum frítt land allt. Nánar á landsstólpi.is.